Þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir, tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég kveð með hér hljóðs fundarstjórn í ljósi þess að við erum hér á lengsta löggjafarþingi sögunnar eftir því sem ég tjáð. Þann 15. september var hér lögð fram beiðni skýrslu til hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað var frekari upplýsinga niðurfærslu verðtryggðra fasteignaveðlána en áður hefur komið fram, þar sem meðal annars var óskað eftir því hvernig heildarupphæðin sem varið hefði verið til lækkunar verðtryggðra húsnæðislána dreifðist eftir tekjum á milli allra framteljenda árið 2014, hvernig hlutfallið væri á tekjubilin og hver væri fjöldi framteljenda á bak við hvert tekjubil, en líka eftir eignastöðu. Nú, herra forseti, við erum komin langt fram í september ári síðar. Mér hefur verið sagt hér að það hefur verið rekið eftir þessari skýrslu í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, en skýrslan ekki komin. Ég fer nú að velta því fyrir mér hvernig hæstv. Ráðherrar ætla að sinna skyldum sínum gagnvart þinginu þegar þeir komast upp með það í heilt ár að svara ekki skýrslubeiðni frá 9 þingmönnum úr öllum stjórnarandstöðuflokkunum. Þessar upplýsingar hljóta að liggja á hreinu og hæstv. Ráðherra gerði þá bara betur í því að skila hér bara auðu og segja að hann hafi ekki upplýsingarnar ef hann hefur þær ekki, en þetta á auðvitað að vera löngu komið, herra forseti, og þetta ekki boðlegt. Forseti mun reka á eftir því enn frekar að þessari skýrslu verði skilað og grafast fyrir hverjar ástæður séu fyrir því að ekki hafi reynst unnt að koma þessari skýrslu til Alþingis. Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég vil taka undir með hv. þingmanni Katrínu Jakobsdóttur hvað þetta varðar. Þessi vinnubrögð eru til háborinnar skammar og að hér skuli dragast í heilt ár að bregðast í skýrslubeiðni stærsta kosningaloforðið, stórkostlegu niðurfærsluna, og maður spyr sig þá hvort að þarna séu spurningar sem að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra treystir sér ekki til þess að upplýsa hver svörin eru. Þarna spurt tekjur, eignir, hverjir voru að fá niðurgreiðsluna. Það ekki einmitt eins og bent hefur verið á að þarna var ríku fólki rétt ríkisfé og stuðningur, og þess vegna leyfi ég mér að fullyrða að skýrslan ekki komin fram, og meðan ég fæ ekki aðrar skýringar þá held ég mig við þessa. Þórður, þú ert að birta frétt í morgun á Kjarnanum sem fjallar þessa skýrslu leiðréttinguna, þjóðhagslega áhrif hennar og dreifingu tekjuhópa. Þessi skýrsla, samkvæmt þessari frétt og samkvæmt svörum sem þið hafið fengið úr fjármálaráðuneytinu, þá virðist þessi skýrsla líkt og skýrslan skattaskjólin hafa verið tilbúin nokkru fyrir kosningar, og hún virðist hafa verið, ef mér reiknast þetta rétt, lengur það tók lengri tíma að gera þessa 8 blaðsíðna skýrslu heldur en fyrir ríkisstjórnina síðustu að ná völdum og koma leiðréttingunni í framkvæmd. Já, þetta skýrsla sem maður myndi ætla þegar við erum með aðgerð sem fordæmalaus, það að segja millifærsla af 72,2 milljörðum króna á ríkissjóði til hluta landsmanna, þriðjungs framteljenda, að það væri skýrt að það þyrfti að finna út hver þjóðhagsleg áhrif slíkrar aðgerðar eruðu. Það væri raunverulega ákveðið forgangsatriði að meta það. En það hefur ekki verið mikill vilji til þess. Það skýrslu sem voru gefnar út fyrst bæði þegar aðgerðin var kynnt eða framkvæmd aðgerðarinnar og niðurstöðu framkvæmdar aðgerðarinnar kynnt í lok árs 2014. Það var 84 blaðsíðna slideshow hvað þetta væri allt saman frábært. Svo þurfti stjórnarandstöðuna til þess að knýja fram skýrslu það hvernig hún skiptist milli tekju, aldurs og byggðarlaga þeirra sem fengu, það að segja, ekki allar þjóðarinnar, heldur bara þeirra sem fengu leiðrétt. Og svo kom önnur beiðni fyrir 19 mánuðum síðan það að þjóðhagsleg áhrif yrðu svona líka tekin út, og það hefur tekið á þess að rúmlega 19 mánuði
að fá út 8 blaðsíðna mjög rýra skýrslu það hver þjóðhagslegu áhrifin eru og þau eru náttúrulega skýr, bara þetta 5 mestu tekju og eignamestu hópana sem svo sem, er eitthvað sem kannski kemur mann ekki rosalega óvart en var nauðsynlegt að fá staðfest. Þannig kemur fram að það séu 10 milljarðar að fara til fólk sem á yfir 80 milljónir króna hreinni eign og svo framvegis. Og skýrslan var tilbúin, draugaskýrslun var tilbúin í janúar í fyrra, ár síðan. Hún liggur síðan í ráðuneytinu þangað til í júní og þá kallað eftir einhverjum smávægilegum viðbótarupplýsingum frá ríkisskattstjóra sem skilað í sama mánuði, þannig að það eru ekki miklar og þá eru loka drög skýrsluna tilbúin í júní 2016 og svo samkvæmt svari fjármála og efnahagsráðuneytisins vinnslu við hana lokið í október 2016, það er að segja fyrir kosningar en hún ekki birt fyrir núna í janúar eftir að nýr maður sest í ráðherra stól í fjármála og efnahagsráðuneytinu og eftir að við höfum reyndar verið að spyrjast þrálátlega fyrir þessa skýrslu, hvar staðan og vinsluðina væri, hvenar ætti að birta hana og svo framvegis og svo núna eftir 2 dögum eftir ítrekun þetta þá birtu þeir hana bara og forvendis á síðunni. Við vorum að senda fyrirspurningu núna á nýjan ráðherra eftir að hann settist í ráðherrastól og þetta með ólíkindum, þetta eru upplýsingar stærsta kosningalofur annars stjórnarflokks og síðustu kjörtímabili aðgerð sem á enga sér líka í Íslandssögunni eitt helsta pólitíska mál síðasta kjörtímabils og það bara tekin ákvörðun það að þetta ekki erindi við almenning fyrir kosningar. Það bara ákvörðun tekin það og hún ekki birt. Þetta skýrsla sem að beðum í þinginu hvernig stendur á því líka það var nú eitthvað verið rekið á eftir þessu þar en enga síður það einhvern veginn að þingið hafi ekki einhver tól og tæki til þess að Það líka þannig að það var spurt út í þessu skýrslu að segja að stjórnarandstaðan fór öll fram á að þessi skýrslu gerð. Katrín Jakobsdóttir var fyrsti flutningsmaður og hún spurði út í hvar staðan á þessar skýrslu væri áður en að þingi var slitið núna fyrir kosningar. Forseti Alþingis, Einar Guðfinnsson, sagðist alltaf kanna málið. Og hér eru við í janúar og hún allt í einu bara birt. Eina sem var gert við hann í janúar hafa bætt við einni setningu sem ekki efnisleg áður nú var birt. Skýrslan búin að vera tilbúin mánuðum saman. Og það var bara ekki pólitísk ákvörðun og það hún ætti gerindi við okkur. Til hamingju með það. Já, ég kannski rétt að taka fram, ég heyrði í Bjarna Benediktssyni áðan eftir að þessi frétt birtist klukkan 10 í morgun og hann hafði þá ekki lesið fréttina og baðst undan því að tjá sig þetta, vildi skoða þetta eitthvað frekar. En já, þetta nú er þetta annað skipti sem þetta gerist, svona í lokin þeir tvö, ég meina þetta eru þetta ekki í lagi, hverju sem sætir, hver sem ástæðan fyrir því að menn geyma svona, þá þetta ekki svona á þetta ekki að virka þetta. Þetta ekki vinnubröð sem eru boðleg, Ég meina, það kallað eftir skýrslum og þær farið að semja þær og svo liggja þær tilbúnar og þá bara að birta þær þegar þær eru tilbúnar. Og það skiptir ekki máli hvaða tímasetning er á því. En það skiptir eins og verulega miklu máli fyrir okkur að þeim skuli vera leynt. Ég vil bara kalla þetta það. Það eins og Þórður sagði, það tekið pólitísk ákvörðun það að láta það liggja vegna þess að það einhver sem að telur að það sé pólitískt óþægilegt á einhverjum tímapunkti fyrir kosninga þar að segja. Það komið fram. Og svona getur þetta auðvitað ekkert gengið. En það líka athyglisvert sem við varst að nefna að tala utan að hér Helgi að þingi skuli ekki hafa tök á að knýja þetta fram með einhverjum betri hætti. Ég veit ekki hvort það við þó þingmenn stjórnarandstöðu að sakast en það auðlust að það þarf að gera einhverja bragabót á svona. Já, þetta aðalega finnst mér þetta undarlegt að því að vissulega koma fram nýjar upplýsingar í báðum þessum skýslum sem ekki hefur komið fram áður en samt sem áður eru í þeim upplýsingar sem að eiginlega maður bjóst við með við einum svo sem ekki búin að lesa nýju skýslina. Það snýst ekki frekar að menn vilji þessi mál ekki á dagskrá. Ef að menn eru að leyna þessu, þá snýst það ekki endilega það sem þannig inni, heldur frekar bara, þú veist... Ég meina, ríkisstjórnin náttúrulega talaði þessa leiðréttingar aðgjum með mjög jákvæðum hætti og framsóknarflokkurinn allavega heldur áfram að gera það núna þrátt fyrir það hvað liggi fyrir rauninni, ekkert af þessu kemur óvart sem að segja, það stendur í sér frétt að koma fram í sér skýslum það hvernig þetta dreifist á milli
tekjuhópa og aldurshópa og svo framvegis. Þú veist, þau vissu það alveg, þau vissu það líka held ég þegar þau framkvæmdu þessa aðgerð og þau notuðu þetta í kosningabaráttunni til þess að reykja sér, þannig að þú ert alltaf að fara að lenda í miklu meiri vandræðum heldur en það að þurfa að takast á eitthvað máli kosningabaráttu ef þú ert að leyna upplýsingum. Það bara liggur fyrir. Ég náttúrulega, maður á svona svolítið erfitt með að átta sig á því sko utan hvernig svona fólk upplifir þetta utan manns eigins bergmálshellis en ég verð ekki vör við annað heldur en það að bara venjulegt fólk og margir stuðningsmenn svona þess sem að kannski fyrir ríkisstjórnar þeim finnst þetta ekki í lagi sko og mér finnst þetta mjög undarleg vinnubrögð og eiginlega alveg vissum að þau séu ekki þessi virði sko. Kannski eitt östutt líka þessu tengt er að ef að þú ætlar að nota það sem vopn í kosningabaráttu og ala á því að einhver aðgerð hafi verið góð, þá er ennþá galnara að vera að fela upplýsingar sem stuðla að vitrænni umræðu það sem er að byggja okkur á staðrendum, að kjósa birt ekki þær upplýsingar. Vegna þess að ef þú ert stoltur aðgerðinni, raunverulega stoltur að henni, þá átt að vera algjörlega óhræddur við það að láta allar upplýsingar hvernig hún skiptist liggja fyrir framan alla þá sem er að ræða. Svo þetta loka árið Þórður Snær Júlíusson, Freyr Rögnvaldsson og Fanney Birna Jónsdóttir. Við Egill þökkum líka kærlega fyrir, heyrumst í næstu viku.